Þú ert að hlusta á Mjólkurhúsið. Samtöl á milli verka. Í þættinum í dag hann Kristór. Flestir þekkja hann kannski sem Kristó í Dekkjahöllinni. Hann settist niður með okkur og rifjaði upp leið sína inn í Dekkjahöllina og hvað þá þegar hann kom hingað á Austurland. Við ræðum hvernig eitt sumar varð að heilli starfsævi, hvernig rekstur og samfélag hafa þróast saman og hvað hefur haldið áhugunum lifandi gegnum árin. Þetta samtal vinnu, þjónustu, bíladellu og lífið fyrir austan. Velkomin gæskur. Takk fyrir að kíkja í Mjólkurhúsið. Já, takk fyrir. Hvað segirðu, hvernig var ferðin inn eftir? Hún var bara fín, sko. Já, ég sá nefnilega að þú gerðir alveg beint á undan mér. Já. Og svo þegar tókst sér veginn inn heimriðan og hugsaði henni, býtu, hvað hann að gera henni símanum? Já, það kann nú verið að ég væri í símanum. Það kemur svolítið fyrir. Við þekkjum það báðir. Maður nota bílinn til að keyra. Nákvæmlega. En heyrðu, ég hef heyrt að þú lesir dekk svolítið öðru sem flestir sem við hittum í lífinu. Þannig að mér langar að spyrja þig, hvenær fer maður að sjá svona hlutir um að horfa á dekkjamynstur í snjónum eða í moldinni? Já, ég þekki ansi mikið að dekkjum, enda hef ég svo sem verið svolítið mikið í kringu þau. Og mann og eina góða sögu, pabbi sagði sko að ég var mjög glöggur þegar ég var svona 5, 6, 7 og 8 ára. Og þeim aldrei þá segir hann, líkur ég náttúrulega pottet, að ég hafi þekkt dekk á bílum sem við mættum. Og en þetta hefur alltaf bara verið, ég stúdera munstur og hef alltaf gert og já, ég þekki dekk. Það nú bara þannig með mig. Eins og ég sagði rétt ára hún í tökur, þá var það fyrsta sem ég heyrði af þér. Senast góði viniðinir, hann Alli Tarfur á Abrekku sagði með söguna áður en við hittumst, að Kristó í Dekkjahöllinni, þetta væri bara maður sem væri með gúmmi í blóðinu. Og þá segir sagan það að þegar þið voru einhverstaðar upp á heiði, hvort þið voru frá sleða, hvað voru að gera, þá hafið þið stoppað og séð dekkjamynstur í snjónum og þá hafið þið heyrst í þér að já, þetta dekk aftarmegin, aftara dekk í vinstra megin, já, það kantslitið. Þetta frá Michelin eða hver sem framleiðandi var. Og svo stuttur seinna rákust á bílinn og það var reyndist að vera rétt. Já, ég man nú ekki nákvæmlega þessu atviki, en jú, maður horfir á dekk og alltaf þegar ég labba einhvers staðar þegar það snjór eða drullað eitthvað, þá fylgist ég alltaf með förum. Og ég alltaf að spá í því bara, já, hérna var þessi bíl, þarna var þessi bíl, og ég næði þessu ekki úr mér, þetta bara eitthvað sem bara svona. En þetta þá, þetta byrður að setja sem meðfætt eða þetta bara þjálfun? Þetta bara þjálfun. Maður bara búin að sjá mikið að þessu og þá bara lærist þetta, maður fer að þekkja þetta og sjá hvernig þetta sporar. Ég held að ég sé ekki einn eins og margir austfirðingar að þegar það kemur nefnilega ráðgjöf á dekkjum, þá bara einn að þessi tala við, með fullri vinningu fyrir öðrum starfsmönnum hjá þér. Já, það svolítið svo leiðist, þó ég sé með mikið að góðu fólki og þá ansi mikið átt leitað í mig, en ég hef líka reynt að búa mig til það að ég hef reynt að leiðbeina fólki eftir bestu getu, bæði bara hvað hendar hverjum og einum fyrir sig, hvar hann keyrir og hvernig hann keyrir og hvernig fjárhagurinn og allt svo leiðis. Þannig ég þekki mikið af mínum konum og hef lagt upp á því og finnst það í rauninni gaman, það gefur mér svolítið. En svo við byrjum á byrjunni. Dekkjahöllin, ég veit að þú ert fæddur upp á Akureyri. Hvernig byrjar þetta ævintýri allt saman? Já, þetta byrjar semst þannig að nú erum við alltaf að tala hluti sem ég man ekki eftir, heldur ég bara geta engu sagt þér að því sem ég hef heyrt. Já, allan að þínu upplifun. Já, mínu upplifun og eitthvað. En semst að pabbi byrjar semst að í bílskúrnum heima, þar sem við byggum í Tungusvíð 24 á Akureyri. Og það tvíbreiða bílskur og pabbi á sjó svona þegar ég mjög ungur og svo byggir hann þetta hús og að koma í land og hann byrjar þarna með umfylgunarvél í bílskurnum og svona startar fyrirtækinu þar og það semst eins og ég var nú búin að segja áður og ég hef sagt þá semst sagan þannig að þegar hann ákveður að stofna Dekkjahöllina eða byrja með hjólbaraþjónustu var þannig að hann fór sjálfur semst að leta umfylga bílinn sinn á Akureyrarsvæðinu og hann fannst þetta kosta ansi mikið það sem hann lét gera. Þannig hann
hann segir að reiknaði það út að þarna gæti hann hugsanlega farið í einhvern business sem hann gæti bara reynilega grætt á og komið sér af sjónum út af þess sjóring gaf náttúrulega mikla tekjur á þessum tíma og hann fannst hann þurfa á því að halda. Þannig að hann veður í þetta, kaupir vél og bara byrjar að umfylga og þá fer hann að búa til verðskrá og þá tekur hann til því þegar hann fer að stúdera aðeins verð að hann var tvírukkaður þegar hann fór í þessu þjónustu. Þannig að forsendurna fyrir rekstri á hjólbari þjónustu voru kannski ekki þessar sem að hann bjóst við. Það er ekki eins arðbært. En verki var hafið, þannig að það var haldið áfram og það var mjög stutt í það að bílastæði væri fullt af bílum og það voru konið tjakkar og það var komið starffólk í vinnu og svo bætti hann við sér annari vél og hann var svo fyrsti sem fekk sér balanseringavél á Akureyri og byrjaði á því og þetta er árið 1982 og það er stuttu síðar verða nágrenninni brjálaðir út af því að hann er náttúrulega bara komið biður út alla götu. Það er bara orðið fulltime hjólbaraverkstæði með fullt af köllum og þannig er náttúrulega ekkert starfsleyfi eða neitt og bara peningar og allt það. Þetta var náttúrulega ekkert löglegt á þessum tíma sko. Nei. Þannig að þetta er stoppað og það er 1984 sem að byrja að byggja dekkjahöllina og það er reynt að gera það í flýti og kennitala dekkjahöllinar er síðan 1985 og þá er dekkjahöllin stofnuð í Draupnisgötu 5 á Akureyri. Það sem var byggt náttúrulega stórt hús með 6 hurðum og á mjög stór hugakallin. Þannig að þar byrjar þetta og svo náttúrulega leiðir eitt að öðru og þetta fór nú svona næstum því mjög illa sko. Við mistum húsið okkar, þetta leiti skilja foreldra mínir upp úr þessu og svona, dekkjahöllin svona, hún tók sinn toll í byrjun, alveg verulegan þegar að vera að stofna þetta og en fyrirtækið var opnað og á þessum tíma voru tímandi náttúrulega svo rosalega skrýtnir og ég hef nú bara heyrt það frásögn frá pappa hvernig þetta var og allt það var það var unnið fram á kvöld og nótt og það var mikil vinna og hún gaf ekkert rosalega mikið á þessum tíma. Nei, en þú sagði mér það á sínum tíma og er það ekki rétt hjá mér að hann var fyrstur og Akureyri með balanseringarvél. Jú, hann var náttúrulega hefur verið svolítið brautryðjandi. Hann var svona svo fyrsti sem fekk svona balanseringavél, svona dropavél að mér vitandi, það er allavega þannig og sagan er allavega góð. Sagan er góð og svo manni náttúrulega líka eitt sem að gerist náttúrulega áður á dekkjahöllin og opnuð það þurfti náttúrulega dekk og við vorum að selja hjólbarða eða pabbi var að selja hjólbarða og það var sem sagt tekin inn fullur 20 þetta gámur að dekkjum til Akureyrar inn í húsið okkar, bara einbýlishúsið okkar í Tungusíðu 24 og við vorum með dekk, það voru dekk í geymslunum og það voru dekk út allt hús sko, þetta var náttúrulega gríðalegt magn og mikil áhætta sem var farið í þarna þegar hann gerir þetta sko. Þannig að hann var svona, hann var ekki að kaupa þetta í gámum sko, þarna var bara keypt mikið magn, það sem þurfti og umsöðin orðið mikil bara þarna í bílskúrnum sko. Það er magna. En það segist þið okkar sér sjálft að þegar hann byrja með þetta, hann er ekkert að reikna þetta í Excel þess tíma, það er ekki reiknað á 0-punkturinn á svona tíma og var hann var með einhver opnutími upp af eða? Nei, það var engin opnutími, það var alltaf opið. Það var alltaf opið? Já, og í rauninni þá var, þetta hefði aldrei gengið upp ef það hefði verið reynt að reikna þetta sko. Já. Það er bara alveg þannig sko, þetta þurfti svo gífulegt og það er nú oft í svona business að starta svona dæmi, það borgar sér náttúrulega aldrei sko, á tölum sko. Nei, þetta er nú yfirleitt bara þrjóska og trúir sem maður hefur á opni. Nákvæmlega, það er bara, við erum með einhverja ægilega þrautsegi til þess að þetta geti gengið að starta svona batteri sko. Já, ég skal alveg trúa því. En við skulum kannski aðeins nú okkur á þér, áður en þú komst austur, varstu þá byrjar að vinna upp dekkjahöll eða hvernig var það? Já, ég hef svo sem verið viðriðenda náttúrulega allt mitt líf og ég var náttúrulega alltaf í sumarvinnu og hjálpaði náttúrulega til og hékk með pappa alltaf þegar ég var hjá honum. Svo ég segi, foreldrar minni skildu þarna þegar ég er 8 ára
og ég átti nú bjó hjá mömmu og þannig að, en jú, ég var náttúrulega alltaf með kallinum í öllu sem að hann nefndi að hafa mig með í og hafði mikinn áhuga á þessu alltaf og það var svona kannski helst úlingsárin sem að maður svona fjallaðist aðeins og kom svo tilbaka aftur þegar maður var svona, 16 ára, þá var ég komin aftur svolítið mikið inn og þetta var náttúrulega bara að vinna mér þá og ég vann þarna og fór svo náttúrulega í skóla og var að vinna eftir skóla alla daga þannig að en svo við spólum bara til 18 aldurs, þú kemur hingað austur á Egilsstaði 18 ára, eða ekki? Jú, ég kem 18 ára eða 18-19 ára, eitthvað svo leiðis og þannig er ég náttúrulega búin að vinna á Akureyri og ég var náttúrulega voðalegur úlingur í vinnunni, ég gerum alveg grein fyrir því og maður var náttúrulega bara krakki þanniglega þá þessum tíma en ég sem sagt sendur hérna austur og við kaupum hérna dekkjahöllina eða hlébarðan í Fellabæ og þetta var, pabbi hafði alltaf miklar svona tengingar út á land og honum var lengi búin að langa Vopnafjörð og svo var hann lengi búin að hugsa Egilsstaði og svo svona bauðst þetta tækifæri að koma hingað í rauninni og við kaupum þetta fyrirtæki og svona við fjölskyldan ræddum þetta, systir mín var líka náttúrulega með okkur í þessu og svona hún er náttúrulega mjög öflug þannig og það er tekin ákvörðun að kaupa þetta og þetta svona þetta var náttúrulega alveg galið að gera þetta sko. Er ekki flestar ákvarðanir bara sturlaðar? Jú, þú veist, kallinu langaði þetta og þú veist, hugmyndin okkar þegar við komum austur var sem sagt að heildsala hjólburðum allt Austurland. Og við ætlum sem sagt að setja upp birgðastöð í Fellabæ og við ætlum að selja hjólbarða niður á fjörðum og við fórum í það og fórum í rauninni að keyra dekkjum og selja og náðum okkur í 9 sölu að lá öllum fjörðunum og fórum við settum upp heildsölu fyrirtæki. Þetta gekk ekki rosalega vel þegar við lágum með dekkjalagar hjá þeim sem kostaði okkur mikið þeir voru kannski ekki að selja neitt rosalega mikið seldu frekar eitthvað annað, þarna voru bundni svolítið við eina tegunda dekkju sem við vorum með þannig að svona, 1,5 ári seinna þá bökkuðu við út úr þessu ákveðum bara að taka þjónustuna beint til okkar og þá voru við staðsettir náttúrulega í Fellabæ Þannig raunur þú kemur og opnar þá faktiskt í útibú dekkjahallarni hér. Já, ég í rauninni var ekki fyrsta árið. Það kom sem sagt maður á sunnan sem var vinur hans pappa og flutti hérna austur og rak í rauninni dekkjahöllina fyrsta árið. Og svo hættir hann ákveður að þetta gangi ekki og þetta gekk náttúrulega, það var bara rosalega rólegt að gera. Þá kem ég austur og ætla að leysa við 1 sumar, þá ætlum við að finna nýjan mann og ég er hér enn þannig að það er bara þannig sko. Þetta hljóðan bara svo saga líku við annarkvæðs afkomum að sína svæðinu alltaf að stoppa í 1 vetur eða 1 svo mánuð Já, en ég keyrði norður til Akureyrar einhverja einustu helgi í 3 árið eitthvað ég fór og sótti dekk og þannig að ég var alltaf á ferðinni bara á laugardögum og sunnudögum tilbaka þannig að maður keyrði mig mikið ásendi bílum en svona merkjum það hvað þetta var ekki sniðugt að kaupa þetta fyrirtæki var að mér var sagt frá því seinna að það pabbi var tekin fyrir á Þorrablóti þar sem að það voru 2 menn upp á sviði og allir þetta sé ekki árið 1997 eða eitthvað svoleiðis og það voru 2 menn upp á sviði og annar þeirra var pabbi og ég veit nú ekki hver hinn var og þeir voru að veðja með það hver geti eytt peningunum sínum í meiri vitleysu og pabbi vann þetta veðmál á þessu Þorrablóti með því að kaupa hlébarðan í Fellabæ þannig að þetta sýndi kannski svona hvað bæjarbúum fannst þessa ákvörðun að við varum að gera þetta En hvernig var það? Hlébarðin var hann upprunalega með bara dekkja þjónustu eins og maður þekkir í dag hjá ykkur eða? Já, það var dekkja þjónusta og svo var náttúrulega bara svona smáviðgerðir og við kaupum þetta af þeim bræðurum Elvari, Vigni og Gunnari og sem voru búin að reka þetta náttúrulega í ansi mörg ár og bara við svona breyttum, við tókum náttúrulega svolítið mikið að dekkjum inn á lager og það var alltaf verið svona svolítið viðkvæði að pabbi hefur alltaf sagt að við seljum ekki dekkna með eiga dekk og það er það sem við höfum alltaf verið með gríðarlega lager
og reynda að eiga vörur og þjónusta og svona þjóna kunnunum okkar með persónulega þjónustu. Þannig að það var svo sem bara þannig. En hvernig var það þegar þú komst fyrst austur? Náttúrulega ég get alveg ímynda mér að bara eins og maður þekkir sjálfur sinni reynslu, maður kemur á svæðið, þekkir kannski 1 eða 2 ef einhver. Varstu með einhver tengslin á svæðinu þegar þú komst fyrst eða? Nei, ég þekkti engan. Þú þekktir engan? Nei. Og ég var mjög fljótur að kynnast fólki, sko. Það var ekkert vandamál. Þá í gegnum áhugamálega bara vinnu? Eða? Já, í gegnum vinnu. Það voru náttúrulega oft einhverjir strákar að vinna hjá mér sem að voru, þú veist, við svo sem bara, já, í gegnum það og svo náttúrulega líka bara, við vorum að þjónusta hjólbaraðna, kom náttúrulega á svæði með mikið magna svona flottum felgum og ég var mikið að selja felgur undir bíla, ég seldi dekk og felgur undir fullt af bílum hjólingum og þannig kynntist maður mikið af fólki og svo náttúrulega líka bara var ég bara félagslega þá bara var frekar auðvelt að kynnast mér í rauninni og ég átti auðvelt með að kynnast fólki. Ég skal alveg taka undir það. Bara frá því ég hitti þið fyrst að hefur alltaf verið mjög viðkunnalegur. Þannig það var bara fínt og mikið að því náttúrulega bara í gegnum vinnuna. Já, það vita skuld. En þannig þegar þú kemur austur, kemur í sumavinnu, fer svo ekki til burtu, ertu þá formulega tekin við þá útibúinu hér eða? Já, ég er tekin við og í rauninni kem ég sumar og þetta gekk bara vel. Við erum náttúrulega alltaf að horfa á það að við séum að selja meira dekkjum og við séum að fá meiri þjónustu og fleiri afgreiðslur og þarna bara svona einhvern veginn tókst mér að blómstra ákveði mikið, sko. Þú veist, ég bara fekk kikk út úr því að vera að standa mig vel. Þannig er ég náttúrulega bara algjör krakki, sko. Að setja 18-19 ára stráki í dag það er náttúrulega bara þú veist, það er sanngjarnt, sko, það er ofbeldi. Út af því að þarna á þessum tíma þú veist, það hefur svo margt breyst, þarna var náttúrulega, sko, þarna komið mjög erfiði kunnar. Já. Þú veist, það var mikið af fólki sem var frekt og erfitt og ég var náttúrulega bara krakki og maður þurfti alveg að standa svolítið plikt og þetta var ekkert auðvelt að koma inn á svona svæði, það var náttúrulega bara prúttmenning og þú veist, þetta var alveg, þetta tók alveg á en ég var sennilega bara passlega kærulaus til þess að þetta gekk upp. Ég skil það alveg, sérstaklega þú talar erfiða viðskiptavinni. Náttúrulega nú bara ef ég fæ ljóstra aðeins mig, þá var það þannig á mínum 18 afmælisdegi var ég ráðinn sem verslunarstjóri í verslun í Smáralind og ég man alveg eftir að menn komið brjálaðir, þú veist, þó voru bara rífast við myndum í myndalbúm, en ekki kannski dekk sem talsvert meiri fjárfesting heldur en að framkalla myndir. Nei, þetta er alveg þannig og í þessu þá náttúrulega eins og segi, það kemur ofta eitthvað upp á og maður þarf alltaf að leysa vandamál og við reynda að gera það og það er alveg, þú veist, auðvitað var ég með ágætis reynslu þótt ég veri ungur en náttúrulega að standa á eigin fótum var algjörlega nýtt fyrir mig hana. Já. Þannig að það var bara, en þetta bara gekk ágætlega og hann bara fínt, sko. En þannig að þið byrjið með þjónustuna ári eftir þið komið, eftir þessa tilraun með heildsöluna. Já, í rauninni byrjuðum við strax með þjónustu og heildsölu og við keyrðum í rauninni með dekknir á firði og ég tók náttúrulega svolítið þátt í því þegar að ég var ekki í rauninni orðið fastur hérna, þannig ég kom til Egilsstaða með dekk þó ég væri bara með þannig og í rauninni eins og segi við pabbi vorum mikið saman í þessu, hann veittum við mikið stuðningi og einn systir mín, þannig að það var svona þetta var, já, við vorum svolítið í þessu saman. Já, en svo náttúrulega veit ég það að þú ert með, við getum kallað óbilandi mótorsport áhuga, er það ekki rétt í mér? Jú, ég hef mikið áhuga á mótorsporti. Já. Það er bara hannig. Og var það kannski lendingin að þú náðir að verða vinamarkur til að snemma eða? Já, ég reyndar sko, við vorum náttúrulega á snjósluðum við pappi hefur alltaf átt jeppa, ég var alltaf með honum í þessum sportum sko og ég eignaðist minn fyrsta snjósleða þegar ég var, þú veist, 13 ára eða eitthvað og við ferðumst á sleðum en hættum því svo þegar ég flytti austur. Já. Ég hafði alltaf mikið áhuga á því að fá með mótorhjól, ég gerði það eftir ég kom inn austur, kynntist náttúrulega einhverjum í gegnum það og þá fór maður að smala fyrir bændur og svona. Það voru vantilega að tala um krossara, eða ekki? Krossara, jú, krossara, mótorkrosshjól. Þannig að jú, en svo sem bara, ég hef bara áhuga á öllu sem er með hjól og mótor og eitthvað sko, bara það sem maður hefur tækifæri til þess að
til þess að nota. Getum við ekki sagt, sko, ég reikna með að Norðurland sé nú alveg svipað, en ég hef alltaf litið á að eins og með þetta svæð okkar hérna á Austurlandi, að þetta sé algjör leikvöllur fyrir þessi áhugamál. Jú, algjörlega, sko. Hér náttúrulega að stunda hvað sem eiginlega, þannig að það bara allavega allt svona, þannig að ég en Akureyri náttúrulega algjör mekka motorsportsins, sko. Ósalega mikið þar og það það sem að kemur og maður náttúrulega sá þetta þegar maður var úlingur og krakki, náttúrulega mikið áhuga öllu þá, sko. Já. Þannig að þegar ég kom hérna austur þá strax fór ég að hugsa þetta og svo líður tíminn og ég átti náttúrulega alltaf fína bíla á þessum tíma. Ég hafði náttúrulega mikinn bíla áhuga. Það hefur nú ekkert breyst í þér. Nei. Og þegar ég kom hérna austur þá átti ég Turbo Impressu sem að svona tæki hafði náttúrulega ekkert mikið sést hérna á svæðinu, sko. Nei. Og hef svona mikið verið í því og svo náttúrulega svona, tala nú oft það strákarnir að ég keypt með nýtt mótorhjól bara úr kassanum árið 2002 og brói gerir nú oft grínaði sem góði félagi minn og það vissi enginn að það væri hægt að kaupa svona mótorhjól nýtt, það var aldrei neitt gert þetta hérna, þannig að þetta var mjög fyndið að þegar ég heyri þetta var náttúrulega bara eitthvað sem var bara svona, ég hafði bara gerði þetta bara. Þetta, maður alveg kynst þessari lensku sérstaklega út í sveitunum að menn ekki endilega ná sér í nýja hluti, bara svona að finna þokkalega hlut notaðan og annars líkt. Já, það var mikið verið að því hérna en nei, þetta svo sem bara, það var gamli tíminn og ég sagði svo sem ofta að þegar maður keyrði frá Akureyri og hérna austur fyrir sko virkjunarframkvæmdir og álver þá keyrði maður bara svona 10 ár aftur í tíman 10-15 ár aftur í tíman og ég svo breytist þetta í rauninni í bara virkjunar 2005-06 þá förum við í nútíman og jafnvel bara aðeins fram úr Norðurlandinu. Þetta var rosalega stökk þegar ég kem hérna fyrst að þá var allt öðruvísi á Akureyri, sko. Þar var bara það sé ykkur menningaheimurinn það ekki? Jú, þar var fólk bara á nýjum bílum og þar var bara allt öðruvísi líf heldur en hér akkurat. Þetta var svona þannig að, en mér líka náttúrulega bara ægilega vel á Egilsstöðum og Ebbo líka vel alveg hérna frá upphafi, sko. Já, það eitthvað en stað sem svona ríu heldur í okkur. Já, það svoleiðis. Það bara eins og ég hef upplegað svæði, sko, það sem náttúrulega, sko, minn samanburður fyrir eitthvað Reykjavík, Egilsstaðir og ég myndi segja að mín upplifun að fólk lætur náunga sig að varða það hér og og ef það einhver sem annarkvæmst erfitt eða það þarf að hjálpa eitthvað til þá gerir fólk að hugsa tvisvar. Já, ég hugsa sér svona mikið samkennd og já, það rétt. Og það svona, mín óvísindilega nálgun svona leiðið með allan að þessari niðurstöðu þar, sko. Já. En náttúrulega þar sem við erum búin að byrja aðeins að ræða motorsportið, þá hér klúbbur sem heitir Start á Egilsstöðum. Já. Eða á Austurlandi. Þannig að nú verð ég örugglega skammað frá klúðurnafninu. Motorklúbbur, nei. Þetta heitir Akstursíþróttafélag Start. Akstursíþróttafélag, alveg rétt. Og þetta svo sem eini klúbburinn sem við erum með hérna á þessu gamla Fljótsdalshéraði eða í Múlaþingi og við erum með torfærikeppnir og náttúrulega motorsport, allt saman. Og Start náttúrulega mjög gamall klúbbur og búin að vera lengi í gangi, 40 árið eitthvað. En hann lá í dvala svona eiginlega þegar ég kom og við svona, hann var endurvakinn í rauninni og ég kom inn sem formaður þar og svona tók mikið þátt í því á samt góðu fólki að endurvekja hana klúbb árið 2006. Já, það verið það langt síðan. Já, og þá vorum við í rauninni í motorsporti, við vorum búin að vera að keyra hérna motorhjól og búin að vera að keppa 2004, 5 og 6 og þá í rauninni svona þurftum við að setja klúbb í kringum okkur og okkur langaði að gera meira og þarna var nú verið að halda sleðamót bara í nafni annara klúbba en Start tekur það yfir og svo byrjuðu við í framhaldi þessu aftur að halda toffærakeppnir sem voru búin að vera lengi í dvala hérna. Já, voru sleðamóti þá hér fyrir austan þá í nafni annara klúbba? Já, í rauninni hérna fyrir þetta en Start tekur þetta yfir og hérna, ekki 2005
sem að fyrsta móti 2005-06 þegar við erum og það er náttúrulega alltaf sami mannskapurinn sko en svona klúbburinn tekur þetta yfir og þetta er svona þessi klúbbur er náttúrulega enn í gangi í dag og er ansi stór og með mikið krakkastarfi í motorsporti og motocrossi og öðru sko og við höldum alltaf toffæri getni einu svona ári og eins sleðamót. Þú veist, ég get alveg sagt með start að út af því að þegar ég komst að þú var svona einn á forsbrökkunum til ídólum að vöru aftur bara að heyra hvernig það var í upphafi og svo náttúrulega það sem svona mér þykir persónulega mest magnað í kringu start náttúrulega allt þetta barnastarf að sjá börn 5-6 ára og upp úr það ekki rétti mér á krossurum alveg niður í bara 4 ára sko er það svona niður? Það er alveg og það er alveg 4, 5, 6 og 7 og upp úr sko þannig að og þetta er bara frábær starfsfyrir beina við erum með 30 iðkendur 30-40 iðkendur sem er að mæta á æfingar einu sinni viku á sömurinn og keyra mótorhjól og hafa gaman og það er náttúrulega alveg krakkar geta fundið sér í þessu sem kannski finna sér ekki öðru þannig að og eins líka náttúrulega bara er þetta mjög gaman en sko grunnurinn er náttúrulega að þetta eru gamlir startarar sko sem að eiga árið börn og við erum náttúrulega keyra þetta svolítið áfram með náttúrulega bara hjálp frá góðu nýju fólki sem að hefur ekkert haft endilega áhuga á þessu og kannski börn sem er í þessu eða er bara sjálft í þessu þannig að en þessi klúbbur hefur náttúrulega bara í gegnum tíðina þú veist, ég tók mér góða pásu frá formennsku, ég er gjaldkeri í honum akkurat núna og er að reyna að hjálpa til við það en hann hefur verið mjög virkur og góður í rauninni í ansi mörg ár, við höfum náttúrulega glímt við aðeins aðstöðuleysi sem hefur enda verið fínt undanfarið þar sem við erum búin að vera í Mínesi með braut og nú erum við að fá nýja braut upp á Eyvindarórdal við komum með nýtt svæði þar bæði sem við erum hægt að keyra enduro og motocross og vonandi í framtíðinni jafnvel bara eitthvað meira í rauninni þar framkvæmdir eru byrjað þar eða ekki? Framkvæmdir eru byrjað, við erum búin að gera braut þetta er svona rétt að koma på jörðinni og komið stórt pílarplan og svona við ætlum að hafa verið gert stórt í sumar við ætlum að reyna að koma hann upp þokkalega aðstöðu í sumar og fara að vera með æfingar þarna. Aðstöðuhús og allir pakkin. Já, við ætlum að byrja reynda bara klósettgámum og aðstöðu fyrir það og svona aðeins að sjá til hvernig við erum með aðstöðuhús en jú, það er á döfinni á einhverju 3-4 ára plani. Eins og að sagt einhvers þá góður hlutir gerast hægt. Já, þetta þarf í rauninni best að gera þannig að það þurfu aldrei að bakka sko með neitt. Þannig að reyna að gera hlutina þannig að þeir bara takist og við erum svona að reyna að fara rólega á stað og sjá hvað er hægt að gera. En það náttúrulega kannski ekki vita hann skuldsetja klúbbin of? Nei, klúbbin er ágætlega fjárhagslegur og við höfum alltaf líka átt gott með það að sækja styrki. Og okkur eru hjálpað í gegnum það sem við erum verið með að gera og líka bara sveitafélagið og fyrirtæki bænum ánæði náttúrulega með það að sé motocrossklúbbur hérna. Motorsportklúbbur sem að í rauninni tekur og þú veist, þá er þetta bara betri stað til að búa á. Algjörlega. Og það er bara eins og ef það hefur einhver rauð þegar áður í öllum þessu þáttum, þá tala allir það, sko, nú er ég ekkert endilega að tala bara með Egilsstaði, bara heldur Austurland í heild sinni, að hér er virkilega gott að vera með barnafjölskyldu og ala upp börn. Og náttúrulega hvert byggðarlag hefur sín og kost og galla sko. Já, hér er bara alveg frábært alveg börn og hann bara íþróttastarfi í bænum og þeir möguleika sem er í boði og stutt í vinnuna og stutt að skreppa og fundi í leikskólanum eða skólanum og allt fyrir nánast alla sem allavega starfa og eigistum. Já, í það minnsta. Já, í það minnsta sko. En gætu þá svona slegið þeirri staðhæng og borðið að félagslífið þá í kringu start hafið þá kannski svona festi enn frekar í sessi hér í samfélaginu eða? Já, það má alveg segja það sko. Ég hef samt aldrei verið neitt rosalega mikið að spá í því hvað ég er að fara að gera á næsta ári sko. Nei, bara svona einn dagur einu. Já, þú veist, bara á meðan er gaman, þá er gaman. Að sjálfsög. Ef það er leiðilegt, þá þarf maður að breyta einhverju. Að sjálfsög. Og ég svo sem bara, ég kynnist náttúrulega konni minni, árið 2001. Já. Og indislegu konni minni og á meðan 4 börn náttúrulega. Já. Og við, þú veist, hún kemur á sunnan. Já, hún er ekki tíðan. Nei, hún er úr Ölfusinni og kemur frá Hveragerði. Og ég hefði svolítið fyndið að segja frá því að alveg bara frá því að ég var krakki, þú veist, það klingdi náttúrulega í eyrunum á mér sko að við þyrftum að stækka landsbyggðina. Þannig að þegar ég var ungur sko, þetta var mikið þannig að hafa landsbyggðin á móti höfuðborgarsvæðinu einhvern veginn sko. Og ég ætlaði mér alltaf að ná mér í konu af höfuðborgarsvæðinu.
Já. og flytja hann út á land. Þetta var svolítið fyndið og svo gerðist það sem á náttúrulega kannski ekki akkurat svona planið þarna, það atvikaði sko. Þannig að það er mjög skemmtilegt að segja frá því að það var alltaf planið sko. Já. Þannig að, en svo náttúrulega veit maður aldrei, þú veist, hvað framtíðin byrja skoðið sér. Nei. Við tökum bara einn dag eða eitt ár í einu og sjáum bara til og hann. En það var ekki slagur og náinningu austur eða hvað? Jú, það var alveg helgin að vinna. Það var alveg helgin að vinna. Já, en hún kom sem sagt sjálf og hann kom í menntaskólan. Já. Þannig að, og ég kynntist henni þegar hún var í menntaskólanum og hún fór svo suður og í nám og annað og flutti suður hann eitt sumar og eitthvað en hún elskaði mig greinlega nóg mikið til að koma aftur. Já, það hlýtur nú að gæða stimpill á því. Já. En það var algjör skull af manni. En þetta var maður náttúrulega bara í þeirri stöð að við vorum náttúrulega bara að reka þetta fyrirtæki og það var náttúrulega bara eitthvað sem að ég hefði aldrei getað flutt í burtu þarna. Nei. Það var bara einhvern veginn, staðan var bara þannig að það var bara eitthvað option í stöðinni, sko. Já, ekki raunhafa alveg. Nei, þetta var bara einhvern veginn svona þetta verkefni sem maður var í og ég tala nú ekki hana þegar að virkjunarframkvæmdir og annað fyrir á stað. Já. Þá eru við náttúrulega búin að kaupa, við kaupin 2002 sóldekk, sem að dekkjaöllin staðsett í dag. Já, fyrir sunnan eða? Nei, upp á þverklettum bara. Við byrjum allir í Fellabæ. Já, var síðan starfna dekkjavegstaði hérna á Egilsstöðum líka? Já, það var annað dekkjavegstaði, það voru 3 dekkjavegstaði þetta var. Já. Og við kaupum sem sagt sóldekk aftur, þannig að þá eigum við voru 2 vegstaði. Já. Og rákum í rauninni bæði vegstaðin í smá stund. Já, ok. Þannig að það var rauninni bæði opið í Fellabæ og Egilsstöðum. Já. Bara undir nöfnum dekkjahallarnar. Já. Það var nú bara eitt sísón sko, eina vertíð eða eitthvað, svo ákveðum við að loka í Fellabæ og notuðum það sem lager og hann á meðan að við vorum í rauninni stækkuðum hinum einn. Já, ég skilði. Þetta er 2002 og þarna er í rauninni ekki komið neitt í pípuna, þannig að ég ekki heyrt til dæmis af sko virkjunar eða álvers framkvæmdum þegar við kaupum þetta. Og það er ekki fyrir 2004 eða eitthvað sem að það þegar einhvern veginn að klingi í eyrunum og mann nú sé alltaf að fara að gerast og svo bara allt í einhvern veginn springur þetta sko. Já, það hefur nú væntanlega verið mikið uppgrip þegar þið byrja að framkvæma upp á Hjúsdalsheiði í kringu Kárahnjúkana. Það var rosalega uppgrip, það var eiginlega allt og mikið að gera. Já. Við hefðum getað að stækka vegstæði sko bara þrefalt meira, við byggðum við á þessum tíma. Já, ok. Við byggðum við hann 2005, þá stækkuðu við dekkjahöllina. Já. Og þetta var bara við vorum í rauninni að neita verkefnum. Já, okay. Það voru að koma stóri kunnar sem vildi koma með mikið en ég hef alltaf og bara það hefur verið lagt upp hjá okkur að við höfum reynt að hugsa hinn almenna kunna. Já. Og ég maður bara eins og stórt fyrirtæki sem sáum upp á Kárahnjúk og þeir komu hann og svo við erum hérna með 100 bíla og við erum með þetta og þetta og þetta og bara hvað afstæði getur við bóðið okkur. Og ég sagði, ég er nú bara ekki eins og vissum ég geti þjónustað ykkur. Nei. Þannig að ég ætla ekki að fara að gefa ykkur afslætti sko. Þannig að þið geti komið hérna með bíla og þið geti verslað á sömu verðum og aðri mínir kunnar og ég skal bara reyna að gera það sem ég geti til að þjónusta ykkur. Já. Og þannig vorum við með þetta. Já. Það er engin settir í forgang hjá okkur. Ég hef alveg passað mig á því. Já, ég þekki það nú alveg. Þú hefur nú einu svona til þess að rekina á planinu þegar maður sendur hérna alveg, já, farðu bara með nú planið, það er búið að tala við hann. Og svo þegar ég mætti með bíl í dekkjaskipti þá rakstu mig burt með skott og myndi lappan vegna þess að það var enginn búin að tala við þig. Já, það er þú nú í sérstökum málu þegar þú er nú á þannig bíl og það þurfti nú alltaf að vera að gera ráð fyrir þér, sko. Já. Þannig það er nú þannig. Þetta var nú reyndar við nú að tala um gamla saltbílinn hennar. Já. sem var svona bara þessi venjulegan að gera Nei, þetta hefur nú alltaf verið þannig að við höfum reynt að vinna að þetta er röð hjá okkur og ég hef svona reynt að hafa alla kuna jafna. Það er engin framar hvort sem eru vini mínu, ég er vestur við vini mína. Er það ekki bara eðlilegt? Ég sendi þá mest í burtu sko. Enda veit ég það þegar að fyrir að koma að þessari vertíð og ég sé svona spáin ekkert góð, þá ringi ég eða sendir stundum SMS á ég að kíkja. Það ég fæ, nei, kott eftir hálfa mánuð. Já, ég hika ekki við það þegar ég veit að mönnum liggur ekkert á. Nei. En það er allir velkonir að koma alltaf. Það er allt þannig, eins og þú veist. Bara lykilatriði. Þegar þjónustun og þá hefur við reynt að gera hana þegar það er alltaf. Nákvæmlega. En fyrstu nú komin eftir í vinnuna. Það sem ég hef nú tekið eftir á mínum árum hérna fyrir austan.
það fyrst og fremst bara stuðningurinn sem þá, ég að segja, útibúið á Egilsstöðum, eða dekkjöllin á Egilsstöðum hefur sýnt. Til dæmis bara síðast ég var hjá þér þá var verið að koma að sníkja, eins og sagt og leiksýning með minni menntaskólanum. En dekkjöllin hefur alltaf verið voru að duglu við þetta. Var þetta eitthvað planað eða bara eitthvað sem var spilað í eyrunum? Nei, ég veit svo sem ekkert hvort að við erum duglegir en aðrir með þetta. Ég hef svo sem bara reynt að taka þátt í því sem ég get taka þátt í. Við höfum verið með ákveðið budget sem við höfum reynt að eyða í svona menningamál og íþróttastarf og annað. Já. Þannig að, og það svo sem bara í formi styrkja, þannig erum við náttúrulega bara að reyna að styrkja bara sveitafélagið. Það sem við náttúrulega með fullt af kunnum og ég með fullt af starfsfólki og hér vill ég náttúrulega bara sé gott að búa og ef fólk allar að búa hérna, þá þarf alltaf að vera í boði. Já. Og ef alltaf að vera í boði þá þarf einhvern veginn að kosta það. Já, sjálfsög. Þannig að það er ekkert flókið og það þurfa náttúrulega bara allir að hjálpast af við það, bæði fyrirtæki og einstaklingar að láta hluti ganga og það er náttúrulega bara hagur okkar sem erum í atvinnurekstur á svæðinu að halda gangandi öllum félagasamtökum og íþróttastarfi og öllu bara þannig við fáum ennþá meira fólk til að búa og starfa á svæðinu. Það sjálfsög. Enda ekki ætla að fara eitthvað mikið út í pólitíkina en við höfum nú rætt vegna þess að bæði kona mín og svo eru fleiri sem hafa stundað leigubílaksturinn á svæðinu og eftir hún byrja þá settist hún sjálfur í tölunar og ég komst til að fljótlega að því. Í dag getum við talað með sig 3.000 til 3.500 manns hérna allan á Fljótsdalshéraði. Já. En ég hef allan haldið fram síðastliðin ára leið að við komast yfir 5.000 manna múrin þá erum við komin með ef við höldum okkur í leigubílinn, þá erum við fyrst komin með grundvöll fyrir einn aðala til að sinna leigubílakstri sem aðalatvinnu. Já, þetta sem alveg rétt hjá þér. Við erum náttúrulega alltaf að fá hérna. En það sem við höfum alltaf hugsað í mínum rekstri er að við náttúrulega erum alltaf að hugsa firðina líka. Það sjálfsög. Og það er svona það sem að ég, þetta svæði er náttúrulega bara alltaf 10.000 manna svæði hjá mér. Já. Þegar ég spurði því hvað búa margir, þá segi ég bara að það búa 10.000 manns á Austurlandi eða 12.000 eða það er svona eftir hvað maður hefur það stort Nákvæmlega. Og við í rauninni vegstæðið okkar og dekkjaöllinni svona í dag, við getum ekkert verið með hana svona bara fyrir Egilsstaði. Við erum að þjónusta svæðið og við náttúrulega erum í bullandi ferða bara túrista líka. Það er náttúrulega bara mikið að gera á sumrin hjá okkur í sprungnum dekkjum og öðru og eins líka bara sölu á nýjum dekkjum til þeirra sem eru á ferðalögum. Já, sjálfsög. En það hafa nú byrst ófáar greinar í gegnum tíðina, sérstaklega þegar kemur á bræðslu. Hver man ekki eftir að það byrst til dæmis í Austurfrétt stuttu viðtalsbrot við þig eða svona tilvirkni í það að það væri ekkert viti að fara á slíknum dekkjum og Borgarfjörð á bræðslu. Nei, ég hef einmitt Borgarfjörður eru nú rosalega gott að þeir eru konum með almennilega veg. Bara að það komið tími til. Það er nú margir sem segja mig, ert þú ekki óánægður með það að segja það málbygg allt, en málið að ég er ekki óánægður með það. Ég vil meiri umferð og selja bara meira nýjum dekkjum og hætta að gera sprungindekk. Það er miklu betra. Það er miklu betri business fyrir mig. Þannig að, en jú, það er búið að vera gríðalegt magn og við vorum að gera við bara yfir sumari þegar að Borgarfjörður var sem vestur og eins Öxin og svo náttúrulega líka er Stuðlagili búið að vera ansislæmt, þá voru að gera kannski 30-40 dekk á dag. Það er og kannski helmingurinn af því voru reyndar ónýtt, þannig að það þurfti að skipta þeim út en já, þetta hefur verið alveg svakalegt í gegnum tíðina þessi vondu vegir hérna í kring En með betri vegum þá er meiri umferð og þá slíta menn meira dekkjum sem er það sem er betra fyrir hjólbara fyrirtæki. Þannig að ég er mjög á því að við ættum að bæta samgöngur. Ég bara það hjálpar öllum. Það er alveg þannig. En svo fyrir ekkert svo lengur síðan þá er það þannig að þetta fjölskyldu fyrirtæki sem dekkjavöllin sem þið eru búin að byggja upp, þú har byggt upp Austurlandið og varst náttúrulega tíma með puttana fyrir sunnan líka í Reykjavík, ekki? Jú. Og svo kemur að því að fyrirtæki selt. Já, við vorum náttúrulega, við byrjum í Reykjavík árið 2008. Já. Og erum svo sem búin að fá gott fólk inn þar, en voru svo sem búin að fjárstýra því þar í 15 ár. Já. Í rauninni. Það sem að
það sem að já, og voru komið með 2 vegstæði og lager þar og jú, þetta var alveg orðið ákveð erfitt í rauninni, að bara við vorum með 4 starfsstöðar og bara orðið bara mikið að gera þannig að það kemur COVID, það minnkaði nú ekkert að gera hjá okkur þá, það var bara meira og þannig að við tókum sem alveg ákveðna, svona réttar ákveðin þar og þurftum aldrei að loka og það gekk bara vel og þú veist, þetta gekk einhvern veginn bara alltaf þannig og jú, við vorum svo sem ofta leysa einhver vandamál með því að stækka en þá komum við kannski bara pínu stærri vandamál og við vorum öll búin að vera að gera þetta í ansi langa tíma þannig að við fengum ákveð já, það leitu til okkar aðilar sem vildu kaupa reksturinn þannig að við tókum það aðeins lengra og okkur leist nú ekkert á þetta í byrjun en það var þetta ekki planið Nei. en svona eftir hugsun og svona og þá ákveðum við að gera þetta þannig að við seldum reksturinn á dekkjahöllinni árið 2023 og það gekk í gegn í byrjun september, þetta var enda búin að vera ári aðdraganda, það sem var bara búin að vinna í þessu þannig að þá í rauninni seldu við rekstrafélags dekkjahallarnar þannig að og svona allan það sem ég skal viðurkenna og ég virkilega forvitin náttúrulega þetta dekkjahöllin, það búið að fyrirtæki sem búið að hluta þínu lífi frá bara ligguðu blötu barspinni kemur hingað 18-19 ára byggir upp umfang dekkjahallarnar á Austurlandi í það minnsta að láta fjölskyldu fyrirtæki frá sér eins og ég ekki að leita einhverju tissjúsvara en eins og leis en ég næ ekki utan að sjálfu hvernig að láta svona stolt fjölskyldunar í hendur einhvers annars Já, í rauninni þá erum við náttúrulega bara stolt af því sem við höfum gert. Já, alveg hygglust. Og það er ekkert að fara, þú veist, dekkjahöllin mun standa þarna áfram. Þannig að, og þú veist, ég náttúrulega starfa hann enn og við erum náttúrulega ennþá inn í fyrirtækinu ákveðið. Já. Þannig að það já, ég líti ekki á þetta sem eitthvað, þú veist, þú þarf ekki að koma með vasslút fyrir mig í þessu. Nei, það ertu með trúlunum í liðina. Já, það bara, já, það einhvern veginn lífið heldur alltaf áfram og framtíðarsýnin mín náttúrulega aðeins öðruvísi núna þegar ég nú náttúrulega kannski bara getum að fara að gera eitthvað annað og getur hugsað það þó að ég svo sem bara finnist þetta gaman ég væri ekki búin að vera í þessu svona lengi nema mér finnst þetta gaman og ég kem heim á daginn eftir erfiðan dag og alveg bara það er allt ömurlegt sko. Þannig nei, ég veist að ég veit ekki, ég er ekki með svarið þessu þú er ekkert upplifað sko, eins og að við þekkjum bara báðir allan ég í það mest alveg þannig upp að allstað sem ég hef unni þá ég hugsaði að ég eigi en að gera reksturinn sem ég vinn hjá þú veist, maður náttúrulega er 90% tilfella eða bara 100% tilfella andlit fyrirtæki sem maður er hjá hverju sinni breyttist eitthvað viðmótið þú veist, í staðan fyrir ekki sem við tönglast á þessu að við fjölskyldum eigunda eða varstu alltaf bara starfsmáraplani, fattar það mig? Já, ég hef svo sem bara alltaf litið bara á mig sem starfsmann hjá sjálfum mér sko. Já, ok. Ég hef ekki beint litið á þetta svona sko. Ég hef aldrei verið eitthvað mikið fyrir að titla sjálf á mig sem hitti eða þetta sko. Nei, nákvæmlega. Og þannig að það breyttist mjög lítið hjá mér í því sko. Þannig að þú er þá ekkert frekar skili vinnuna eftir í vinnunni eða frekar að taka hana heim eða Ég ætla að reyna það. Já. Það er alltaf gott. Ég veit að mín frú skamma mig mjög oft fyrir að taka vinnuna með mér heim. Já, ég meina þegar við ákveðum þetta þá hugsa ég að nú tek ég mér sumarfrí og nú ger ég þetta og nú breyti ég til og eitthvað en sko það breyti samt ekki því að mér langar að þjónusta kúnana mína vel. Ég er alltaf með ákveðið samviskubit gagnvart starfsfólkinu mín að skilja þetta í súpunni. Já. Þannig að ég vill náttúrulega alltaf bara vera til staðar og reyna að hjálpa í því sem og vill ekki skilja þetta lausa enda. Nei.
og það svo sem bara, þú veist, það kalla bara á mikla vinnu Já. í svona fyrirtæki. En hefur náð að fara í sumarfrí eftir? Já, ég alveg búin að taka með góð frí og vel hana, þetta ekki spurningin endilega hvað þau eru löng, þetta spurningin hvað maður getur gert í þeim og hvernig maður getur kúplað sér frá og haft gaman. Algjörlega. Þannig, En þá bara lokum eins og þó við séum nú kannski búin að fara yfir það, en ég var búin að rita niður spurninguna hvað hefur breyst í lífinu þegar maður ber ekki allt með sér heim lengur? Já, ég bara ekki pælt í því, sko. Það bara alltaf nóg að gera hjá mér, sko. Ég var mikið áhugamálum og mikið af börnum sem ég reyna að hjálpa ef ég get og bara, já, ég bara, það ekkert breyst, sko. Ég bara fer í hvern dag fyrir sig og hann klárast bara. En Kristó, takk innilega fyrir að koma í Mjólkurhúsið og takk fyrir að gefa þér tíma á milli verka. Já, bara minnstamálið, bara takk fyrir þetta. Bara. Þetta var okkar besti maður Kristó. Takk fyrir að hlusta með okkur í dag. Þetta var notalegt samtal rekstur, ástríðu og það sem maður byggir upp eitthvað yfir langan tíma og svo sleppir takinu án þess að missa tengsli. Mjólkurhúsið unnið í samstarfi við Austurfrétt. Við kunnum þeim okkar bestu þakkir fyrir samstarfið. En þangað til næst, takk fyrir að hlusta.